Rétt áður við förum til Grindavíkur og Voga skulum við skoða gamalt innslag Fagradalsfjall, nafntogaðasta fjall landsins þessar mundir. En árið 1943 urðu atburðir í fjallinu sem breyttu heimsögunni, hvorki meira né minna. Í síðustu viku var afhjúpað minnismerki bandarísku sprengjuflugvélina Hot Stuff sem fórst 3. maí 1943 á Fagradalsfjalli á Reykjanesskaga. Alls fórust 14 menn í flugslysinu en einn komst lífs af, stélskytta vélarinnar. Borð í flugvélinni var Frank M. Andrews en hann var yfirmaður alls herafla Bandaríkjanna í Evrópu þegar vélin fórst og var á meðal þeirra sem létust. Minnismerkið við Grindavíkurveg en á því meðal annars eftirlíkinga B-24 Liberator vélinni. Á minnismerkinu má einnig finna upplýsingar slysið, nöfn þeirra sem voru borð ásamt ljósmyndum af braki flugvélarinnar. Fjöldi manns var samankominn við afhjúpunina, þar á meðal ættingjar hinna látnu ásamt fulltrúum íslenskra stjórnvalda, Landhelgisgæslu Íslands, bandaríska sendiráðsins á Íslandi og fulltrúar frá flugher Bandaríkjanna. Bræðurnir Þorsteinn og Ólafur Marteinssyni eru áhugamenn sögu seinni heimsstyrjaldarinnar hér á Íslandi og koma að uppsetningu minnismerkisins ásamt bandaríkjamanninum Jim Lukes. Við ræddum við Þorsteinn eða Dodda eins og hann kallaður við minnismerkið. Já, við heldum úti heimasíðu sem heitir stríðsminjar.is og erum að safna upplýsingum þessa atburði á stríðsárunum. Og við erum komnir með 130 óhöpp, bæði það sem mannskaði og alveg niður í minni áttar óhöpp á flugvöllunum. Þetta slys sem verður hérna í Fagradalsfjalli fyrir 75 árum síðan, þetta í rauninni stór merkilegur viðburður. Mér finnst það. Og að þetta skuli gerast hérna bara í svona bakgarðinu hjá okkur dálítið merkilegt, en þessi atburður hann bara þaggaður niður. Þetta á svo óhefnilegum tíma á stríðsárunum, þetta svo slæmt svona áróðurslega að hershöfðinginn farist, fyrstu hetjurnar kannski á leiðinni heim. Þannig að þetta bara sléttað yfir þetta og það hvergi minnst á hann mann. Þó lesir þér til í sögubókum stríðið þá hvergi minnst á hann. En hann á bara heima í hópi með Eisenhower og Patton og Bradley og Montgomery og Andrews á bara að vera þarna með þeim því að hann væri þar fremstur í flokki hefði hann lifað. Þetta náttúrulega svolítið breytir kannski bandarísku sögunni, þetta slys hérna? Ég veit það ekki, það nú meira en að segja að alltaf fara að leiðrétta söguna en allavega þetta kannski fyrsta skrefið og þetta verður hér og allavega þessi menn gleymast ekki, þeirra verður minnst. Það nokkuð vel í lagt með þennan minnisvarða, þannig að þetta kannski dæmi það að þetta svolítið merkilegur atburður. Já, þetta stórmerkilegur atburður en þeir voru alltaf dálítið margir á stríðsárunum og þessi svolítið afskekktur út í Íslandi, upp á Íslandi en nú Ísland inn í ferðaþjónustunni, þannig kannski breytist þetta eitthvað, ég veit það ekki. Eru margir svona slysstaðir frá stríðsárunum hérna á Reykjanesskaganum? Já, þetta kannski heldur mikið að segja sig út allt, en þeir eru bara svona í næsta nágrenni við okkur eru 7 flugslys. Það eru 2 önnur flugvélaflök í Fagradalsfjalli fyrir utan þetta. Og þetta allt vegna veðurs og kunnáttuleysis, menn þekki ekki aðstæður og svo voru siglingatækin á þessum tíma, það var bara loftvog og áttaviti það var ekkert GPS eða neitt svoleiðis þá. En frá Fagradalsfjalli til Grindavíkur og Voga, en við ræddum við Fannar Jónasson, bæjarstjóra í Grindavík, á 10. degi jarðhræringa, en hittum einnig skólafólk af öllum aldri í Grindavík og Vogum. Fannar, bæjarstjóri í Grindavík. Dagur 10 í jarðhræringum vægarsagt. Hvernig staðan? Staðan nú svona bærileg skulum við segja. Það farið að gæta vaxandi þreytu hjá fólki, sérstaklega hjá þeim sem ekki ná nætursvefni. Það nú ekki nótt eftir nótt. Það var einhver að segja í dag að hann hafði náð 2 sæmilegum svefnnóttum og vaknað allar aðrar nætur upp við jarðskjálfta og þetta á örugglega við þó nokkra. Þannig að þetta orðin svona
þrálát og löng skjálftahrina sem að ennþá ekki útlit fyrir að sé að taka enda, við vonum það besta. Þið eru búin að bregðast við á margvíslegan hátt, eða ekki? Jú, við fórum og höfum náttúrulega verið vel undirbúin alveg síðast árið. Við urðum að uppfæra allar viðbragðs- og rýmingaráætlanir í fyrra og höfum síðan verið að bara svona, hvað sem við halda þeim við og höfum núna náttúrulega með vaxandi þunga verið að hittast almannavarnanefndin og viðbragðsaðilar allir, fundum daglega með almannavarnanefnd ríkislögreglustjóra, heldum síðast í gær almannavarnanefndarfund Grindavíkur, þannig að við erum bara undirbúið okkur eins vel og við getum með góðar áætlanir. Og maður hefur heyrt að svona útlendingarnir ykkar séu svona skelkaðir og þegar við brugðust við því líka, eða ekki? Jú, við höfum sérstaklega reynt að upplýsa það fólk. Það er bara nokkuð sem að gerist mjög víða varðandi svona náttúruvá. Austur á fjörðum núna síðast og hérna á Suðurnesjum að þetta fólk er afskaplega hrætt og hefur ekki það bakland, kannski þá vitneskju sem við höfum, heldur jafnvel að húsin séu ekki traustbyggð. Þið hljótið náttúrulega búa af einhverju síðan í fyrra, það náttúrulega er það ekki, þetta var nokkuð mikið fjör hérna nákvæmlega fyrir ári síðan, þannig að þá fóruð þið náttúrulega svolítið mikið í þessa vinnu, það ekki? Jú, við gerðum það, búum vel að því og teljum okkur bara eins vel undirbúin held ég og hægt má segja. Upplýsingar skipta gríðarlegu máli og viðbúnaður og það er það sem við leggjum höfuð áherslu á. En það er engin töfralausn í sjónmálinu eitt núna, ef maður spyrði að því, þú veist, það er ekki eitthvað eitt sem að þið geti gert eitthvað, þetta er bara biðin langaði það ekki? Við eiginlega bara treystum á okkar færu vísindamenn og höfum átt gríðarlega gott samstarf við Veðurstofuna og alla sérfræðingarna þar. Það er verið að bæta og fjölga mælum hérna í kringum okkur og með þeim búnaði sem á að setja upp núna bara eftir helgina, að þá á að vera hægt að segja með enn meiri nákvæmni til það hvort það sé einhverja kvikurhreyfingar í annálgast okkur eða hvar þær eru, þannig að við eigum að geta haft betri undirbúningstíma og vita meira það hvað er að gerast hérna fyrir undir fótunum á okkur. Það mun náttúrulega skipta mjög miklu máli. Það mun skipta mjög miklu máli, já. Bundum mikla vonum við það að við fáum bara svona nákvæmari upplýsingar stöðuna, þannig að þetta er mjög góð viðbót. Finnst þér þetta ástand síðustu 10 daga hafa haft svona áhrif á samfélagið, jafnvel atvinnulífið eitthvað? Atvinnulífið hefur nú alveg gengið hnökralaust fyrir sig, held ég með að segja, mestu leyti. Bláa lónið sem var búið að opna eina helgi og gekk vel, hefur lokað núna, þannig að þetta hefur auðvitað áhrif á þessa litlu ferðarþjónustu sem var komin í gang. En stofnanir bæjarins hafa gengið alveg hnökralaust, það skiptir mjög miklu máli að skólasamfélagið sé í lagi, bæði leikskólar, grunnskóli, tónlistarskóli og aðrir. Það hefur gengið alveg ágætlega að halda þeirri starfsemi úti. Já, það var nú í sjálfu sér bara gott hljóðin, en þetta fólk verið langþreytt á jarðhræringum hér og það eru auðvitað búin að standa í ríflega ár með hléum og mér fannst nú bara bæjarstjórnin merkilega æðrulaus gagnvart þessu verkefni og þau hafa verið að leggja sig öll fram það að halda öllum upplýstum og tryggja að allir íbúar séu upplýstir og viðbragðsáætlanir séu til staðar. En þannig að já, mér fannst gott að hitta þau en ég skil alveg að fólk séu svolítið þreytt á þessu. Æja, Ásdís, hvernig hefur þetta gengið svona í öllum þessu jarðhræringum með börnin? Bara ótrúlega vel sko, svona betur en maður átt að vona á, þau eru svo ótrúlega dugleg og... Eru þau ekkert að kvarta, eru þau ekki trætt? Jú, þetta eru svona kannski skjálft í þeim, en þau eru bara svo duglega að fræðast þetta, kunna öll viðbrögð og vita svona. Er búið að smá reynslu síðan í fyrra? Já, þá náttúrulega var allt hérna, voru í búafundir og við búið að vera jarðskjálftaæfingar hérna náttúrulega heil lengi. En hafið þið, kennararnir hérna, fullorðna fólki í skólanum, eru þau að fræða þau, eru þau að ræða þetta við þau? Já, og þau hefur verið að ræða hérna verið að sýna þeim á kortinu hvar jarðskjálftarnir eru og hvað er langt í burtu og hvar kvikan er og bara nota það fyrir eitthvað tilefni til að fræða. Og eru þau duglega að spyrja? Já, mjög. Og mjög áhugasöm bara hvað er í gangi. Eru sum þeirra að koma hrædd í skólan eftir að hafa upplifað jarðskjálfta heima?
Já, kannski svona alveg nokkur en þau láta nú ekkert mikið bera á því. Það bara gengur vel. Það er bara að koma hingað í sitt skipulag og sína rútínu og svona reynum að halda því. Og ég sé að þið eru hérna með verkefni fyrir þau sem að tengist svona jarðhræringum. Já, það vil nú svo skemmtilega til að það er nú alltaf tekið fyrir eldgosin í 3. bekk, þannig að það passar bara mjög vel við núna. Þau eru að gera hérna verkefni, þau eru að gera svona hugakort eldgos, hvað getur tengst eldgosi og þannig eru þau með ösku í krukku. Aska úr Eyjafjallajökli 2010. Er þetta aska úr Eyjafjallajökli? Sem lenti Það í ríkur úr henni. Heldur hann komið svona aska hérna í Grindavík? Kannski. Kannski. Hvað kemur þá? Þannig að þið eru bara þokkalega góð öll sömul, myndum við segja. Já, sko, þetta er náttúrulega skjálfti í fólki og svona, þetta er náttúrulega ekki þægilegt ástand, en maður náttúrulega bara reynir barnanna vegna að láta það ekki sýna sig, sko. Já, maður náttúrulega getur líka spurt svona hvernig hvernig er fullorðna fólkið? Það er bara misjafnt, sko. Ég er nú svo heppin, ég bý í Keflavík, þannig að ég vakna ekki eins mikið við á nóttunni svo fólki hér, sko. Kollegarnir hérna þeirra að vera meira að vakna? Já, sjálfsög. Þetta er náttúrulega sumt nánast undir bænum bara. Koma svona... Viltu fá eldgos? Ég líka. Ég veit að það myndi gerast þegar það kemur og það er farið. Já, þá verður þetta bara búið þegar það kemur einu sinni. Heldurðu það? Nei, ég held það ekki. Borðin verður rústir með eldgos. Guðmundur! Aska. Hvernig er búið að ganga í jarðhræringum? Herðu, það hefur bara gengið vel. Já. Ég segi það bara. Það eftir að fyrsti skall á fyrir viku síðan að þá svona varði uppi pínu fótur og fit og við skiptum okkur bara niður á bekkinu í stofunar og róðum krakkana og höfum náð því bara og náðu að halda þessu þar. Þannig að það er svona... Og eru þið alveg þokkalega róleg? Við erum þokkalega róleg núna, hún er bara pínu vönn. Já. Þetta gengur ekki það? Já, það gerir það. Hafið þið verið að fræða þau þetta? Já, eins og þið sáuð í öðrum bekk á þarna, það er svona, þetta er, við höfum tekið frestuna þarna líka. Snúðu okkur aðeins að jarðfræðinni og jarðfræði Reykjanesskagans. Og maður spjalla við, þau virkuðu svona frekar létt yfir þessu. Já, við erum alveg rólegir þetta, sko. Þið hafið fundið mikið fyrir skjálftum? Já, þessi stærstu og alveg allir yfir 4, þeir hafa verið öflugir hér, sko, og undir aðeins líka. En svo sannarlega hafa það verið hérna. Hvað segir krakkar? Fín. Er það? Alveg róleg þó að séu jarðskjálftar? Já. Eru búin að finna mikið fyrir því? Já. Er það gott eða vont? Gott. Ha? Gott. Er það gott? Nei, það. Nei, svo er þetta eins og maður segir rússíbana og svona hristist maður og maður fær svolítið kitl í maður. Já, það er satt á strátt.